Sælverði, velkomin með okkur í Hvíta Máva. Ég sæki næsta gest alla leið hérna yfir Tröllaskagann, yfir í Skagafjörðinn. Björn Mikaelsson heiti maðurinn, fyrrverandi yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki, var lögga hér á Akureyri í mörg ár, áður en að flutti vestur yfir. En það eitt með Bjössa, hann dellukall og við ætlum aðeins að ræða það hér og svo ætlum við að heimsækja hann vestur á Sauðárkrók og skoða delluna hjá honum. Vertu velkomin. Takk fyrir. Í símaskránni stendur Björn Mikaelsson, fyrrverandi yfirlögregluþjónn. Þetta var til langt síðan það var. Já, það er komin 6-7 ár síðan ég hætti. Já, í löggunni. Já. Og það var nú smá vindur í kringum það allt saman. Jú. En er líf eftir lögguna? Já, svo aldeilis, það til líf eftir löggulíf. Nú það? Já. Er þetta ekki, að því að nú veit maður Björn að má ekki kalla þig Bjössa? Jú, Bjössa mikk. Að þessi vinna þetta átakavinna, það að segja, menn þurfa að taka inn á sig mikið í samband við þetta. Já. Þetta eru vaktir, ekki bara gott að losna úr þessu? Þetta ekki allt öðruvísi líf hjá þig núna? Jú, vissulega þetta svona léttir. Já. Og fjölskyldan ánægri með þig? Já, ég ætla að vona það. Já. Þú ættir að vona, þú veist það ekki? Kannski aðeins meira heima. Aðeins meira heima. Það sem ég rak augunni líka í sambandi við það sem þú tókst með þér. Hér eitt sem held ég lýsir þér vel. Björn Mikaelsson, Furulíð. Já. Dellukall. Já, ég fékk þetta nafn á mig fyrir vestan. Fluguhnýtingar, hópferðaakstur, leiguakstur, olíumálun, skrautritun, silfursmíði, umboðsmaður bílaleigu. Hverju er þetta að bæta við? Já, ég fjölskyldan við yfir 20 hross. Já. Við erum með 30 landnámshænur. Já. Og það nú eiginlega upphafið því var nú að ég að nýta flugur. Og þú nýtir flugurnar, já? Já, og ég hugsaði með mér að ef ég næði í svona óskemmdar og hreinar fjaðrir af landnámshænum og ég ætlaði að ná mér í 4-6, en það urðu nú fyrir rest 30. Og ertu með 30 landnámshænur? Já, og nýti flugur úr feðrunum. Ertu reytirðu þar blessaða hænurnar? Nei. Það fællilega blóðfeðrarna 2 ára á ári. Já. Og ég hirði þær fjaðrir á gólfinu sem eru óskemmdar. Já. Og þetta alveg upplagt efni sérstaklega í sílungaflugur. Sílungaflugur? Þetta, hvað er þetta? Þetta ekki laxaflugur? Jú, þetta laxaflugur. Þetta nýtirðu? Já. Já, ég gerir mikið af þessu. Já. Og búinn að nýta í mörg ár, segirðu? Ég búinn að nýta flugur yfir 40 ár. Já. Þetta náttúrulega, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu, þetta svo fallegt. Já, þakka fyrir það. En þú farin að, það meira því að hérna þú náttúrulega alveg ótrúlega, Hér ertu með, Björn, þetta náttúrulega, ég veit ekki hvað ég á að byrja. Hér eru flugur sem reyndar ekki flugur, en eru eyrnalokkar. Já, ég fór að útvíka þessa framleiðslu og fór að reyna að nýta svona eyrnalokka, eða skartgripur skulum við segja. Já. Það eru eyrnalokkar, það eru barmnælur og hálsmenn. Já. Í mörgum litum og það er svolítið gaman að glíma við þetta. Já, ég get ímyndað mér það, en þetta fyrir konur sem eru þá á veiðum. Já, eða eiginmennirnir. Já. Þetta svolítið vinsælt. Já. Þú segir að það sé líf eftir löggulífið. Jú. Þú byrjaði snemma í löggunni. Já, 22 ára. Hvað varstu búinn að gera áður en það var? Ég lærði húsasmíð á sínu tíma. Já, ertu smiður líka? Já. Svo fór ég í tæknifræðinám og kláraði það aldrei. Tók tækniteiknun því að með bauð starf í löggunni.
Meðan þú varst í þessu námi? Já, og þetta átti að vera tímabundið, 1 ár. Gísli gamli Ólafsson, sem var nú yfirlögregluþjónn hérna þá, hann bauð mér þetta starf og eftir 6 mánuði þá var ég fastráðinn, það var ekki aftur snúið. Já, en Bjössi, hvernig stendur á því að yfirlögregluþjónn kemur að máli við þig og biður þeim að koma í lögguna? Já, það losnaði staða á þessum árum, tímabundið og það var svona verið að pikka út hverjir myndu vilja fara í þetta starf. Þetta var svolítið öðruvís, það var ekki þetta umsóknarferli eins og í dag, valnefnd og svoleiðis. Það var frekar bara menn pikkuð út einhverja. Sem voru líklegir? Já, við skulum orða það þannig. Já. En af hverju varst þú líklegur? Varstu búin að vera að dandalast eitthvað í kringum lögguna eða? Nei, ég veit það ekki. Ég átti náttúrulega góða félaga hérna úr skátunum. Já. Eins og Ólaf Ásgeirsson sem var lengi yfirlögregluþjónn hérna. Kallaði barnalögga? Já, hann byrjaði 18 ára. Já. Hann var bara smá í gemlingur. Já. Og þetta var upphafið að lögguferlinum? Já, þetta var upphafið. Já. Og eftir þessa 6 mánuði að þá var auglýst laus staða, sem sagt innan lögreglunnar, því ég var bara ráðinn tímabundið og ég sótti og fékk þá stöðu. Já, og þá ert þú orðinn lögga? Já. En þá er skólinn eftir? Lögregluskólinn? Já, ég fór svo í skólann. Já. Og þetta var nú kannski ekki svo strangt þá, þetta voru 2 námskeið eins og við segjum, 2 árum. Já. Og jú, það gekk mjög vel. Já. Þessi mynd, Björn Mikaelsson á mótorhjóli. Ert þú ekki fyrsta mótorhjólalöggan? Já, sko, ég segi alltaf að ég var fyrsta alvöru mótorhjólalöggan og er voðalega stoltur af því að Ólafur Ásgeirsson, Óli Ásgeirs lögga, hann var bara á vespuræfli. Já, þú ert á mótorhjóli. Ég er á mótorhjóli í fullum skrúða. Já. Og hvaða tegund af hjóli er þetta? Þetta er motogussi, ítalskt hjól. California 800 sem þetta er. Og hvar er þetta hjól núna? Þetta er á safninu hérna. Á mótorhjólasafninu? Já. Var þetta gott hjól? Mörgu leyti. En ég var í vandræðum með eins og ég fékk enga varahluti í þetta. Já. Þannig að þetta mixa svolítið í þetta. En Bjössi, hefurðu mótorhjóla áhuga enn í dag? Já, vissulega. Þetta er einn af dellunum mínum. Já, er það? Já. Og hvað áttu þá mótorhjól? Já, við skulum segja ég 1,5. Nú? Ég á hálft hjól á móti yngstu dóttur minni. Já. Það er Honda Shadow 1100 Euro, 99 módel. Jaha. En það var ekkert samkomulag að eiga bara 1 hjól saman. Nú. Þannig ég keypti mér Honda CB 900 Custom. Og hvað er það? Já, það er 81 módel og þetta er bara söfnunargripur. Já. En þú hjólar á því samt? Já, mjög lítið. Það er eins og eitt félagi minn í Reykjavík sagði þegar ég vissi að ég ætti þetta. Hjólaði á þessi júlímánuði á sunnudögum þegar hitinn er komin yfir 12 gráður. Því þetta er bara söfnunargripur. Já. Það var ekki framleitt nema í 3 ár og þetta er eina hjóli sem er skráð í umferð hér á landi. En sko, hvaða gildi hefur þá þetta hjóli? Þú ert bara alltaf með þetta heima í skúr og pússar það og það fer enginn að sjá það og... Er þetta bara eins og maður segir að það er gott að eiga þetta? Þetta er bara rugl. Þetta er bara rugl. Já, þetta er bara eins og ein dellan. Þú kemur hér til mín í spjall frá Sauðárkróki á stationbíl Volvo með taxamerki, eldgömlum bíl. Já, þetta er eitt af mínum dellum. Þetta er 91 módel af Volvo. Já. Hann er skráður og tryggður sem leigubíl. Já. En ég nota hann ekki sem slíkan. Nei. Þetta er bara djásnið mitt. Já. Þannig að þú hefur komið í kaupstaðaferð á fína bílviðinum. Já, ég... Ertu þá með einhvern annan bíl í þessum business? Já, ég er með annan, Volvo Cross Country. Já. Það er ágætis vinnubíl. Bjössi, þegar þú hættir í löggunni, hvað ertu gamall þá? 60. Þá 60. Já. Og þá varstu búin að vera yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki, býsnæringi. Já, frá 83. Hvenær fluttirðu til Sauðárkróks? 83. 83? Já. Ég er eitt af aprílgöpunum. Já. Ég byrjaði 1. apríl 83. Og af hverju fórstu þá vestur eftir? Frá Akureyri? Já, það var allavega ekki út af leiðindum. Nei. Heldur að
það var auglýstaða Á króknum? á Króknum. Já. Og ég fæ oft skyndiákvarðanir, eða tek skyndiákvarðanir og sagði í kaffistofunni, ég er bara að sækja þetta. Þá var ég í rannsóknardeildinni á Akureyri. Já. Og það hvarflaði ekkert að mér og öðrum að ég myndi fá þessa stöðu. Já. Ég var yngstur af umsækjandurum, en ég náttúrulega sló mig til ritari í kaffistofunni og sló í glas og stóð upp og sagði það verði mitt fyrsta verk þegar ég kem á Sauðárkrók. Það verður að losa embætti við þessa skömm sem er að Möstubifreiðinni. Og hvað er það? Og þetta var út af því að það var Mazda sem var bíll lögreglunar. Á Sauðárkróki? Já, annar af tveimur. Og rannsóknardeildin á Akureyri ók á Möstu, en ég var aftur á Galand. Þannig að ég notaði þetta og hvarflaði ekki að mér að ég myndi nokkur tíma að fá þessa stöðu. Svo færðu stöðuna. Já. Hvað gerðurðu með Möstuna? Já, hún var notuð í nokkur ár og endurnýjuð og aftur var það Mazda. Já, er það? Já, svo var það Saab og... Þú kannski ræður engu það? Nei, í rauninni ekki, en þetta var nú svolítið svona frjálsari þá daga. Þá voru embættin, þau ráku þetta sjálfur, en nú heyrir þetta allt undir ríkislögreglustjóra. Þegar þú kemur á Krókinn, fannstu þið strax þarna á svæðinu? Var vel tekið á móti ykkur? Já, mjög vel. Þannig að þú varst bara króksari alveg leið? Já, og þó var ég stoppaður á götu og að manni sem ég þekkti ekki neitt og hann bara látaði vita það, sagði hann. Það er alveg sem hvað þú verið hér lengi, þú verið aldrei orginal, blessaður, sagði hann. Og ég hugsaði mér inn í hvað er ég að fara? Já, og hvernig gekk það svo? Hvernig tók þessi maður þér? Mjög vel. Já, þannig að það verið ekkert verið vesen með svona hluti. Nei. Það var mjög góð ára að vera hérna í löggunni. Já. Og var öðruvísi vinna þar heldur en hér? Þetta er náttúrulega, við vorum færri og þetta er fámennara. Já. En, það mætti svolítið öðruvísi á manni, maður var í raun aldrei í fríi. Sko þó eftir vaktarfrí eða eitthvað, þá þurfti maður alltaf að vera viðbúin öllu. Já, þú varst ekkert í fríinu þínu? Nei, í rauninni ekki. Nei. En Bjössi, strákur á Akureyri, ég man eftir þér í skóla, þú áttir alltaf flottustu hjólin, þau voru alltaf skrautlegust, þau voru með flottustu drullusokkana og flottustu kattaraugun og flottustu lyktirnar. Hefur alltaf verið svona? Já, ég veit það ekki, það má kannski segja þetta sé bara, þessar dellur hafi fylgt mér. Já. Ég er rosalega gaman að þrífa bíla. Þú er gaman að þrífa bíla? Já, virkilega gaman. Já. Það sést náttúrulega á bílunum þínum. Já, sumir segja það. Já, sumir segja það. Fjölskylda þín? Hver er kona þín? Hún heitir Sveinsína Guðrún Steindórsdóttir. Hvaðan er hún? Hún er frá Akranesi. Já. Hvað er það börnum? Við eigum 4 börn. Já. Og hvar eru þau? Já, við getum að þakka fyrir það að það er ekki sjálfgefið að börn fái vinnu við sitt hæfi þegar þau hafa lært eitthvað. Og alls ekki heimabyggð. En við höfum verið svo blessunarlega heppin með það. Elsta dóttir okkar er reyndar í lögfræði, eða er lögfræðingur hérna á Akureyri, vinnur reyndar ekki sem slík. Hún er hjá sveitafélaginu Eyjafjarðarsveit. En hin börnin eru öll á Sauðárkróki og öll vinnu við hæfi. Já, er það? Og vilja vera þar? Já. Hanna Dóra, þessi sem er næstest, hún er skólastjóri í Varmaliðaskóla. Já. Og svo er Hrefna Gerður, hún er aftur mannauðsstjóri sveitafélagsins, hún er lögfræðimenntuð. Svo er örverpið mitt, strákurinn, Björn Ingi. Hann er svona tölvudellukarl eins og ég. Nema ég er ekki dellukarl í tölvum, en hann vinnur hjá Tengli, er kerfisstjóri þar. Já. Og eftir að hann var svona kona á fermingaraldurinn þá voru hann tölvur að ríða sér þrúms. Og ég hef aldrei keypt tölvu nema núna fyrir nokkrum árum síðan. Hann er alltaf síðan að búa það til fyrir mig. Já, bara úr svona pörtum. Já, hann hýrti allskyns rusl á haugunum eins og maður segir. Já, og bjóð til tölvuhandar báðir? Já, hann bjóð þetta til alveg. Já. Sko, að þið eru svo heppin eins og þú segir, að vera með börnin í kringum ykkur. Já. Þá, mér dettur nú bara í hug eins og við þú átt nú mjótturhjól með einni dótturðinni, svona eitthvað sameiginlegt og þá dettur mér í hug hestarnir að því að þú hefur verið tengdur hestum svo lengi? Já. Fjölskyldunni hefur öll verið meira og minna í hestum. Og nú er að barnabörnin tekin við.
Hvað áttu mörg barnabörn, segirðu? 7. 7 stykki? Já. Og hafa þau gaman að dellunum í afa? Já, meðan ofbýður ekki. Hefurðu aðstöðu í einhverja aðra heldur en bara heima hjá þér til þess að vera í þessu? Já, vissulega. Náttúrulega, við erum með 4 hektar á landi fyrir ofan Sauðárkrók. Þar er ég með hesthúsið og hænurnar. Já. Svo eigum við lítið iðnaðarbíl niðri í bæ, við hliðin á bílulega Akureyrar. Þar sem að þú ert með þjónustu? Já. Þar maður eigi eitthvað undir þetta rusl sitt. Já. En sko ég veit að fólki náttúrulega, fólk hrekkur við að því að nú verðum við náttúrulega að bregða okkur til Sauðárkróks og skoða eitthvað að því sem þú ert með þetta fyrir vestan. Þannig að ég held að sé ekki neitt annað að ræða heldur en bara að gera það að við bregðum okkur þangað. Þið eru velkonir. Halló? Já, gerðu svo vel. Nei, þarna ertu. Og þarna ert þú líka. Þið eru blessu og sæl. Blessu og sæl. Æ, gaman að sjá þig. Æ. Sætvinnurinn. Já, kallir. Takk fyrir síðast. Blessaður. Takk fyrir síðast. Gaman að hitta sína gamlu skólafélaga. Já, ég segi það. Heyrðu Bjössi, þetta er náttúrulega, sko, maður bara fellur í stafi leið maður kemur inn. Ha? En ég þarf kaffi. Já, gerðu svo vel. Já. Þegar við erum komnir hérna og sér allt sem er hérna í kring, hvað ertu búin að vera lengi hérna? Ég er búin að hafa fasta búsetu hérna held í 6 ár. Ekki meira? Eftir ég hætti löggunni. Já. Ég mætti þar klukkan 8 á morgnana og vann vinnudaginn. En ég mætti hér klukkan 8 núna. Og hingað koma 4-6 kallar og drekka kaffi. Á morgnana? Á morgnana. Já. Og svo er ég að leigja og þrífa bíla eftir þörfum. Og það eru náttúrulega dauður tími oft. Já. Þá sný ég mér að flugunýtingunum. Sérstaklega við veturinn. En sko, þegar maður kemur hérna inn, það ilmar allt svona af bóni. Já, Þú sagðist það var gaman að því að þrífa bíla. Já, ég hef gaman að því. Já. Ég hef gaman að þrífa bíla. Já. Þetta er sýnishorn úr sögunni. Við byrjum hérna 1914? 1914 til 37. Ég voru málararmeistarar Reykjavík sem voru fengnir til þess að handmála númerbílana. Já. Þeir fóru að skrá bíla fyrst 1914. Já. Og ég er með svona örfáplötur bara til að sýna hvernig það var. Hvaða fyrirtæki var þetta þessi steðji? Var það bara járnsmíðaverkstæði Já, fyrir svona. sem að gerði þetta? Já, Emilíudeildin, hún kom 1938-49. Já. Og svo tóku stæðjaplöturnar við og í fyrstu þá voru þær með oddhvass-horn. En svo tóku við rúnuðu horn. Já, svoleiðis, já. Og svo er þetta nútíminn eftir breytingarnar? Þetta er nútíminn, hérna, Magna. Hvenær var þetta? 80 og? Það var 89. Það var skipt yfir? Já. Og þá vildu sumir halda í gamla? Já, og þá fengu þessi enganúmer. Já, það var svoleiðis. Og skammtíma skráningamerk. Nei, Ólafur Ragnar. Já. Ha? Já, ég hef ásinn, tvistil og þristil. Ég trúi því ekki. Fyrirgefðu, fórst þú suður með skrújárn eða? Nei, ég gerði það nú reyndar ekki, en hér er ásinn. Nei, sjáiði þetta. Þetta er náttúrulega æðislegt. En allt þetta útlenda, ekki hefur þú átt alla þessa bíla? Nei, ekki neitt að það. En það er hérna, þetta spjald hérna Já, þetta hérna sko. Já. Sendiherra Kanada á Íslandi? Já, hann var hérna í nokkur ár og þessi spjöld hérna eru reynda bara gjafir frá honum. Nei, er það? Svo þegar hann flutti út, þá gaf hann mér þessar ljósmyndir hérna og sagði mér uppistaðan í þessu, íslensku deildinars. Það er spjöld frá þér, sagði hann. Já. Ég hef safnað hann bílnúmerum sko frá öllum heiminum. Já, öllum heiminum. Já, það þarf nú að hafa veggpláss fyrir þetta. Já, mér vantar það hérna. Ég hef sitt lítið að hverju frá, umferðaráði. Já. Og það er á meðal svona minningar, hægri umferð og Félag íslenska bifreiðenda, ég eignaðist það líka.
En þessi merki hér, LM, hvað er þetta? Þetta er landsmót hestamanna 2004. Bjóstu þetta til? Nei, þetta er bara gefið út og maður getur keypt þetta. Já, er það? Já. Svona sérstök? Já, landssambandi, á landsmóti var þetta kauphössunarspjöld. Hins vegar lét ég útbúa BMX og mínibus. Og náttúrulega... En ekki getur þú látið þetta að setja þetta á bíliðinn? Nei. Þetta er bara svona minjagripur? Já, þetta er bara minjagripur. Og þetta er svona við hæfi hafa það grænt. Það sagði mér maður, hérna þegar ég kom, hann sagði mig, spurðu Bjössa hvers vegna húsið sé blátt en ekki grænt. Ef ekki svara því á þann veg að við sem tilheyrum grænaflokknum, við erum í minnihluta innan bílalega Akureyrar. Við skulum segja þetta allavega. En ég held allavega grænni könnu. Þetta eru mótorhjólin sem þú sagði mér frá. Já. Þetta heitir Honda Shadow 1100 Euro. Þetta hjól þetta er með yngstu dóttur minni. Já. Við keyptum þetta fyrir nokkuð mörgum árum. Já. En það var nú ekkert samkomlega, ég bara eitt hjól. Nei, þakkaði fyrir. Og þá keypti ég þetta hérna. Því ég var að leita mér að mjög gömlu hjóli. 81. Já. Má ég segja, þetta er æðislegt. Það er gaman að eiga þetta. Þetta er æðislegt hjól. Og eftir því sem mér er sagt frá skráningarstofu, þá er þetta eina hjólið sem er í umferð. Honda CB 900 Custom. Já, að þessari árgerð og þessari tegund. Já, þetta var ekki framleitt nema í 3 ár. Já. 81, 81, 82. Björn Mikaelsson, Já. er þetta ekki hámark söfnarinnar? Þetta myndi ég segja að væri að safna rusli. Því að margir líta þetta sem rusl. Já, gamlar sköfur. Já. Ha. En mér datt nú í huga að það væri gaman að eiga þetta upp á vegg og þá byrjaði ég með annað spjaldi. Það var ekki pláss fyrir stærra spjald. Og þá byrjaði ég með annað spjaldi og þetta var tiltölulega fljótt að fylla. Svo ég bætti öðru við og nú er þetta hvort tveggja. Og það er fullt og þetta eru rúmlega 60 sköfur. Hvað segir fólk þetta? Ruglaður. Hvað segir útlendingar sem eru frá heitari Þeir segja stöður? allt annað. Útlendingarnir stoppa hérna og spyrja hvað er þetta? Já. Og ég reyna að skýra þetta út. Og svo gef ég þeim alltaf sköfum með sig því að auðvitað áma, nóa, sjófa og heklu, N1 og svona. Já. Og það er eins og ég segi að gefa þeim gull. Já. Þið gefa þeim sköðu? Já, gefa þeim bara það sem okkur finnst bara að vera drasl. Já. En þetta er nauðsynlegt fyrir okkur samt við veturinn. Já. En þetta er nú ekki stórt pláss sem þú hefur. Hér afgreiðirðu bílaleigubílana. Já. Hér læturðu kallana fá kaffi. Já. Hér sitjið þið. Já, við fáum okkur sæti í leirun. Er það ekki? Jú. Ha. Við fáum okkur sæti hérna í leirun og við dásama. Og skoðið smurbækur. Já. Þetta er bókin sem fylgir þessu hjóli. Já. Veistu það, hérna líður manni vel. Já, ég er alveg sammálaður. Það er oft gott að sitja hérna. En það kennir ýmis að grasa hérna hjá þér, Bjössi. Það er ýmislegt til hérna. Kaffi var gott, keksi var gott og það var gott að koma hérna. Hvað vil það? Jæja, Bjössi, nú eru komin tilbaka. Þetta er alveg mjög ólíkindum. En hvernig sérðu næstu árin, sérðu framtíðina? Ætlarðu að halda fram að vinna, ætlarðu að halda fram með bílaleiguna eða ætlarðu að snúa þig meira að þessu sem þú ert svona öllu þessu handverki og málverki og öllu slíku? Já, það fer svona eftir hvernig heilsan er en meðan maður getur staðið í báða lappir þá reyni ég að halda þessu eitthvað áfram. Já. Ég verð aldrei aðgerðalaus. Það er alveg... Nei, það er náttúrulega sést að þú ert það ekki. Ég þarf að hafa alltaf eitthvað fyrir stafni. En ég sé það bara út af myndinni, í myndunum sem þú komst með, sem þú mála sjálfur, myndi síðan 78. Þú byrjar snemma á því. Já, ég hef lítið málað svona undir það síðasta. En þannig að þú ert alveg ákveðin í því. Þú ætlar að safna gömlum bílum og halda fram að nýta flugur og hafa landnámshænurnar og allt þetta. Já, nema maður selja allar þessar bíla bara og hætti því. Já, ég verð að spyrja, hvað sé blessuð konaðinn út af þessu? Já, ég fæ stundum að heyra. Þú segir þetta sé algjör della. Já, Björn, ég ætla að taka mynd af þér. Sko fyrir mig, þó að ég búið að taka tölvörsta myndum af þér,
þá verði ég að ná þér hérna inn á þetta hérna hjá mér. Já. Jú, flottur. Já. Já. Skárri en ég er. Ég veit það ekki, en það var alltaf reglulega gaman að fá að heimsækja þig, fá því hérna í heimsókn og spjalla þetta. Það liggur við að við þurfum að gera annan þátt þetta og fara aðeins betur í þetta. Kærar þakkir. Takk.